Fellibylurinn Sandy skellur á austurströnd Bandaríkjanna innan skamms. Þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Íslendingur óttast rafmagnsleysi. Meira af þessu, íbúar á austurströnd Bandaríkjanna hafa síðustu daga byggt sig upp af vatni, matvælum og öðrum nauðsynjum. Íslendingur sem búsettur í borginni segir fólk búa sig undir að fellibylnum geti fylgt rafmagnsleysi. Lillý Valgerður aftur. Götur New York borgar hafa verið nær mannlausar í dag. Fjöldi Íslendinga býr í borginni, þeirra á meðal Greta Gunnarsdóttir sem fastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. Það aðalega tvennt sem talað að við getum búist við, að það annars vegar flóð og hins vegar rafmagnsleysi. En það náttúrulega algjörlega óvíst hvort af verður, en fólk verður að vera undirbúið undir það, og hér í New York náttúrulega býr fólk í mjög háum, semst í háhýsum, og ef að rafmagnið fer þá er ekki auðvelt að fara inn og út úr húsnæði, og það stoppa allar pumpur, þannig að það er ekki lengur vatn á baðherbyggjum og svo framvegis, þannig að fólk verður að vera vel undirbúið og hafa nægilegt vatn sérstaklega. Búist við að veðrið gangi niður seint á morgun. Greta segir að stór hluti borgarinnar verði rafmagnslaus, geti það haft mikil áhrif á borgarbúa. Þeir hafa því byrt sig upp síðustu daga af nauðsynja vörum. Í gær í búðunum þá voru raðir alls staðar, fólk að kaupa vatn og svo framvegis.